Það er nefnilega akkurat líka spurningin sem að þú kemur með þarna. Hverjum er ég að þjóna? Ég ætla að koma með 2 punkta. Ég heyrði í skólasysteminu úr menntaskóla núna núna í desember. Hitt hana á Staðaskóla. Hún var á leiðinu á Akureyri og ég var á leiðinu aftur suður. Ég talaði bara örstutt við hana en hún sagði setningu sem ég er ennþá að hugsa og ég þarf eiginlega að heyra í henni aftur með þetta. Þetta er eldklár stelpa og hefur vegna vel í lífinu en hún sagði, vistu það Ágúst, eitthvað þess að leiða sagði hún, ég er svo hugsið við því að margir skólafélagar okkar og fólk okkur okkar aldri, það er eins og þessi komið í eitthvað krísu. Það er kannski búið að koma börnum og er í vinnu sem að það valdi sér að fara í en því líður illa. Já. Og það einhvern veginn lífið þeirra er að komast í öngstræti. Mhm. Og það er dálítið þetta sem að þú ert að vísa í held ég hjá sumum að þau eru búin að gera akkurat það sem þau vildu gera. Já. En það hefur ekki leitt þau á góðan stað. Já. Og svo segir þú, hverjum ert þú að þjóna? Eina mínum uppáðsleiðu til þess að ræða þá spurningu er frægasta saga í veraldarsögunni þrældóm. Þegar Ísraelsmenn eru þrælar í Egyptalandi. Og þeir enda svo undir fará sem er slæmur og hann leiðir að því þrældóm og lætur þá búið múrsteina og byggja og þetta er þekkt saga og endilega ef þú þekkir hann ekki farið að lesta hana í 1. Mósebók og í 2. Mósebók. Og svo kemur Móse og hann leiðir Ísraelsmenn gegnum Rauðahafið út úr Egyptalandi og áleiðis inn í nýtt land og nýja tilveru. Og svo einhvers staðar hérna í 2. Mósebók, Exodus, þá sest Guð niður með þeim og segir og gefur þeim boðorðin 10. Og hann byrjar á því að segja ekki gleyma því að þeir voru þrælar í Egyptalandi. Og svo byrjar hann að lista boðorðin 10. Og í þessu samingi, þú ert þræll, svo ertu komin út úr þrældóminum og kannski réttar að kalla þetta, hérna eru 10 leiðir til að þurfa ekki að fara aftur til Egyptalands. Egyptaland er staðurinn þar sem þú ert þræll. Þú ert komin út úr Egyptalandi, þarftu að finna út hvernig held ég áfram að lifa í frelsi. Já. Að ef ég klúðra því, þá er ég farin aftur til Egyptalands. Já. Ok. Þegar þú ert að þjóna fará, þá er fará slæmur og hann gerir þig að þræli. Hann leiðir þig inn í þrældóm. Hverjum þú þjónar skilgreinir eða markar hversu mikið frelsi þú gengur fram í. Ef ég er að þjóna þeim sem er fullkomlega góður, þá er ég með fullkomlega mikið frelsi. En ef ég er að þjóna þeim sem er minna en fullkomlega góður, þá er ég þræll að því marki sem hann er ekki fullkomlega góður. Þar með talið, ef ég er að þjóna sjálfum mér og ég er ekki fullkomlega góður, þá er ég þræll að því marki sem ég er ekki fullkomlega góður. Og ég veit ekki mig þegarnar en Guð samkvæmt því sem við lesum er fullkomlega góður. Jesú sýndi okkur Guð sem er bara kærleikur og fullkomlega góður. Það er engin dökkur skuggi á honum. Og ef ég ber mitt líf saman við það, þá er ég ekki fullkomin.